faktunum, ég skal nú viðurkenna að ég hef ekki fundið þessar upplýsingar aftur en þær eru þarna, það sem var verið að segja mér frá því að ávextir í dag væri ekki sama ávextir fyrir kannski 30-40 árum. Já. Út af gríðarlegri eftirspurn eftir suðrænum ávextum, sem bara segja epli og appelsínur og bananar og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman og sem að borða nú mikið af þessar myndir og þessi árein að vegna þeirrar kröfum vaxtarhraða og útlit og já, þetta sem væri fjarlægð frá mörkuðum og svo framvegis þá væri ýmsum brellibrögðum beitt til þess að ná þessum vaxtarhraða upp á tilsettum tíma og helst bara sem allra fyrst og þess vegna séu næringarefnin af skornum skammti miðað við það sem það var. Já. Ég sel ekki dýran ekki. Þannig að epli í dag ekki það sama og epli fyrir 20 ára síðan. Nei, ekki fyrir að skoða snefilefnin og þetta spyrjum Steinar Aðalbjörnsson sem í næringafræðinni okkur leiðbeinandi. Þekkirðu þetta eða veist af þessu? Já, þetta hefur nú komið til tals oftar en einu sinni en það í raun og veru ekki sem að bendir til þess að þetta sé eitthvað sem skiptir máli. Við hjá Matís við höldum utanum gagnagrunn innihald matvæla, næringargildi matvæla í gagnagrunnin og þar munurinn þannig að hann skiptir engu máli. Ég held nú reyndar ef ég ætti að giska, það nú reyndar, ég man ekki eftir að hafa séð rannsókn þetta, svona alvöru rannsókn, en ef ég ætti að giska þá held ég þá sérstaklega hinn síðari ára þá gæti næringargildi innihaldið ef eitthvað hafa lagast. En eins og ég segi, gagnagrunnur bendir til þess að sé engin breyting, en ég held að við séum bara við erum bara sem neytendur líka orðnir upplýstari hvaðan varan að koma, rekjanleiki vörunar. Það eru betri tæki til dæmis til kælingar núna, það er oft styttra á borð neytandans, en eins og það nefnir réttilega þá krafan gríðarlega mikil að fá flotta og góða ávexti í búðirnar okkar og Borðið við of lítið af ávöxtum? Já, ég held að það sé nú. Ég reyndar niðurstöður rannsóknar frá landlæknisembættinu benda til þess að við séum að bæta okkur en betur má duga skal. Hvort hollar á betra að borða grænmeti eða ávexti? Ég var svo vissum að þið myndi spyrja þessu. Það er svona eins og að spyrja. Það er svona svo, ef ég spurður kærasta mín eða mamma mín fallegri, það er ekki hægt að segja. Hverju svarar því? Já, ég bara segi pass. Já. En þetta grænmeti og ávextir. Blanda þessu vel saman. Já, algjörlega, og þetta eins og blanda vel hreyfingun á mataræðinu, hollagóðu mataræði og hreyfingu, blanda þessu vel saman, þá erum við góðum málum. En það er náttúrulega í grænmetinu, sérstaklega dökka grænmetinu, dökkgræna og öllu, þessum dökku litum bara almennt, að þá meira af næringarefnum í því heldur en til dæmis í svona gul hvítu káli. Það bara staðurinn. Við þurfum að leita betri upplýsingum málið, en þú brast aldrei. Þú fleytt okkur fram á veginn í þessu. Við ætlum að skoða þetta betur. Steinar Aðalbjörnsson, kæra þakki fyrir þetta. Takk svo leið.